Já, þá er komið að Trump-tímanum sem við höfum haft hérna undanfarnar vikur alltaf á miðvikudögum að ræða Trump vegna þess að það sem honum dettur í hug og það sem hann gerir og segir er að hafa mikil áhrif í Bandaríkjunum og þau áhrif ná langt út fyrir Bandaríkjurindar. En það vill reyndar svo til að kannski fyrsta skipti í næstum 10 ára þá hefur Trump ekki verið aðalmaðurinn í Bandaríkjunum undanfarið. Heldur hefur verið Zohran Mamdani sem var verið að kjósa sem næsta borgarstjóra New York borgar sem er stærsta og ríkasta borg í ríkasta landi heims og hann er yfirlýstur sósíalisti, þannig það er svolítið tíðindi og kannski mun það setja ykkur mörk á samtali okkar núna. Sveinn Máni Jóhannesson sem er doktor í sagnfræði og Guðmundur Hálfdanarson, prófessor í sagnfræði. Þetta er svolítið sérstakur dagur. Það hefði engi getað logið þessu að þeir fyrir 5 árum eða 50 árum. Það væri yfirlýstur sósíalisti sem er í borgarstjóri í New York. Nei, það eins og segir sko, þegar hann er að hlæja þessu sjálfur þegar að hann bauð sig fram í forkostningunum þá var hann svona með svona 1% fylgi í skoðanakönnunum en hann bara stundaði alveg gríðarlega öfluga kosningabaráttu, er afskaplega svona hvað maður segja, frambærilegur einstaklingur, náði vel til kjósenda og lagði gríðarlega áherslu á það málefni sem að brann mest á íbúum New York borgar sem að er þá húsnæðisverð og yfirleitt bara kostnaður við að lifa og þetta sló í gegn og hérna jafnvel þótt að í New York borg er mjög margir og það eru, New York borg er það svona svo borg í heimi þar sem eiginlega flestir gyðingar og þeir eru mjög öflugir í svona bæði í pólitíska lífi og svona lífun yfirleitt í New York borg. Mamdani er muslimi, hann var mjög harður og hefur verið mjög harður í stöðningi sínu við palestínmenn og þeirra baráttu og andsnúinn Ísrael í þeirra svona aðgerðum gegn Gaza og þjóðamorði eins og heitir. Já, svo Sameinuðu þjóðirnar kallar það. Já, einmitt. Og hérna en það töldu margir það myndi vera hans banabiti í þessum kosningum en það var það ekki og það voru mjög margir gyðingar sem kusu hann þannig að hann einfaldlega sló í gegn. Já, áður við kannski förum alveg inn í New York að þá er þetta náttúrulega í samhengi. Það var verið að kjósa svona ekki mikið en eitthvað og það er svona sveifla yfir til demokrata að þeir vinna báðar fylkisstjórnarkosningarnar og vinna svona hitt og þetta vinna kosningar í Kaliforníu heimil til þess að breyta kjördæmakerfinu þannig að þetta er sigur demokrata. Já, er það ekki? Þetta er náttúrulega fyrsta stöðu tjekkið á hvar amerískir kjósendur eru eftir Donald Trump var kjörinn fórseti fyrir 1 ári síðan og og við sjáum það að demokratar vinna eiginlega allt sem hægt er að vinna sem er í boði og yfirleitt með svona stærri hlutdeild eða stærri meira fylgi en var kannski endilega fólk átti kannski vona á og það er eins og segir, það voru ríkisstjórnarkosningar í Virginíu þar sem að hún Spanberger Spanberger vinnur góðan sigur og það voru ríkisstjórnarkosningar í New Jersey þar sem að hún Cheryl þar hafi verið demokrati en í Virginíu hafi verið republikani og einmitt maður svona hekkur til því að hún Spanberger í Virginíu vann með töluvert miklu mun eins og segir þar sem að Kamala Harris tapaði fyrir Trump fyrir árið síðan og svo voru þessar fleiri kosningar eins og í Kaliforníu sem er yfirgnefandi sigur demokrata varandi eins og þú sagðir breytingarnar á svona kjördæma skipulaginu þar sem að mun gera sem er vantarlega því að demokratar fái sæti sem eru núna í höndum republika á alríkisþinginu til að bæta upp það sem er missað í Texas út af sömu aðgerðum sem er þetta ansvar við herferð republikanaflokksins og Trump til að þrengja sér fleiri sæti í sínum ríkjum sem mættu að komast. En svo voru líka aðrir, svo voru önnur mál á kjörseðlunum í ríkjum eins og Colorado og Maine, líka sambærileg það var í Colorado held ég hafi verið hafnað tillögu að koma að fót því sem að Donald Trump vil núna innleiða í alríkiskosningum þar að segja svona það sem kallar voter ID skýrari með öðrum orðum að vera hækka þröskuldin fyrir þáttöku í kosningum
það var fellt sem að oft dregur úr kosningaþáttöku þeirra sem eru fátakari og þeirra sem eru ekki hvítir. Og samanskapið var líka hertri byssulöggjöf samþykkt í Maine sem svona túlkað sem náttúrulega sigur demokrata. Og þeir hæstaréttardómar í Pennsylvania sem voru demokratar sem voru voru framlengt þeirra og síðan var kosi líka í Georgi, ég var viðurkennaði mann og ekki nákvæmlega hvað það og það nú demokrata líka. En í þessu samhengi Sigur Zoran Mamdani, hann skeran sig úr eða það bara hann bara heppinn að hafa verið á þessari öldu sem að gott var að demokratar hefðu unnið sigur þarna, það hefur verið alltaf unnið sigur. Sko, demokratar hefðu alltaf unnið það var mjög langt til þess að fara að finna borgarstjóra í New York sem eru republikanar, en samt ekki neitt. Nei, það ekki mjög Bloomberg var kjörið sem þá hann hafði snúist svo senna, en En þeir hefðu unnið alltaf núna? Já, alltaf núna, en það sem auðvitað, sko, og ég ekki viss með það endilega að Trump hafi spilað inn í það að hann vinnur þessar forkostingar, sko. Ég held að Mamdani vinnur þær á sínum eigin verðleikum og svona sínum eigin svona sjarma, sko. En ef við lítum og erindi kannski. Já, og vegna þess að hans kosningabarátta snerist að því sem brennur af fólki, ekki af málefnum svona sem að demokratar hafa svona svolítið verið kannski að svona vinna með. Þetta er bara einfallega, bara púra svona efnahagslegum málum sem voru hans ær og kýr og bara horfa beint á það hvernig fólki finnst að það brenna á sér og það þessi húsnæðisverð og samgöngur og annað slíkt. Mér finnst það athyglisvert kannski í þessu það sem kom mér eiginlega mest á óvart í þessum kosningum það hvað Cheryl vann með miklu meiri hluta í New Jersey því þar var bara alveg fram að síðan stund að tala þetta væri bara alveg nýfjamt en hún vann með miklu miðurbyrjum og sem ég held að sýni kannski einna best sveifluna því að í New Jersey New Jersey er blátt fylki það eru demokratar vinna yfirleitt, það eru miklu fjölmennar heldur en republikanar en fylkisstjórarnir hafa það hefur svona sveiflast fram og aftur þannig að mjög oft hafa republikanar unnið fylkisstjórastólinn og Kristi var til dæmis fylkisstjóri undan sem var síðast. Þannig og þar virtist allt vera mjótt á mununum en kannski hjálpaði til að Trump var svo skemmtilegur að lýsa því yfir bara viku fyrir kosningar að hann ætlaði að skera niður fjárveitinga til ganguna sem var að verða að grafa undir á milli Manhattan og New Jersey sem var gríðarlega mikilvægt fyrir þessum margir sem að vinna sem búið í New Jersey og vinna inn á Manhattan og það hjálpaði örugglega ekki til. Fyrir út úr í þeim göngu sem að eru fyrir. Já, Citrelli, hann græddi alveg örugglega ekki á því. En Mamdani, það sérstakur sigur eða hann að fylgja strömmnum yfir til demokrata? Ég spyr vegna þess að sko, fyrir kosningarna þá var verið að velta því upp að ef að hann vinnur góðan sigur að þá mun það hafa áhrif á hvernig demokratar stilla upp frambjóðendum í framtíðinni, það farið frekar til þeirra sem eru vinstrisinnaðri, að það geti haft svona áhrif á hvernig flokkurinn hefða sér. En ef að það eru bara allir demokratarnir að vinna, þá gæti svo sem flokkseigendafélagi sagt að ég minna þetta nú bara, það var nú bara einn af öllum sem að voru að vinna. Ég held að allir ólíkar faksjónir í demokrataflokknum munu eigna sér þessa bylgju og ég held að sé Donald Trump mjög óvinsæll forseti alveg saman hvað hann óvinsæll forseti hann eitt svo með mælingar eitt svo óvinsælasti sem að fyrir finnst og þar að leiðandi þetta augljóslega bylgja til demokrata óháð því nákvæmlega hvar þeir standa innan demokrataflokksins, þar að segja hún víðari, en það hins vegar held ég að mínudómi engin vafa því að þetta var sigur Zoran Mamdani og það náttúrulega kemur ekki síst fram í því að hann náttúrulega sigraði prófkjör innan demokrataflokksins, þar sem hann fór inn í þessar svona þar sem hann tók sér afstöðu innan demokrataflokksins og sigraði hægri vænginn þar og svo náttúrulega var hann að etja kappi við sama frambjóðanda aftur í borgarstjórnarkosningunum, þar að segja Andrew Cuomo sem var kom með klopningsframboð og bauð sig til borgarstjóra gegn Zoran Mamdani. Þannig að í rauninni sigur Mamdani var ekki gegn repúblikunum í New York í gær heldur var þetta náttúrulega ákveðið bara framhald af prófkjöri innan demokrataflokksins hvert New York búar vilja stefna
og að samanskapi held ég að það muni gefa þeirri stefnu sem Soran tala fyrir, sem að Mandami tala fyrir, lýðræðislegum sósíalisma, efnahagslegum áherslum þvert á alla hópa, áherslu á að sameina almenning, sameina launafólk, sameina vinnandi fólk, þvert á þær víglínur sem ofta reynt að draga upp gegn auðræðinu í Bandaríkjunum. Ég held að sá málstæður hefur fengið byr í báða vængi eftir gærdaginn, því það er það sem vann í gær. Já, sko, þess að ég líti á þetta, ég bara mjög sammála því sem að S.R. Klein sem er bandarískur svona, já, hvað maður segja, svona pislahöfundur sem að hann New York Times, var mjög áhugaverður. Hann var Duglegur podcastari. Já, og hann var einmitt á podcasti núna að segja sem sagt að það sem að demókratar þurfa að gera er að opna flokkin og að opna hann fyrir ekki bara segja já, nú þurfum við allir að vera eins og Soran Mandami heldur. Það þarf að vera rúm fyrir fólk með mjög margar og margvíslega skoðanir og það þarf að hlusta á fólk eins og Soran Mandami sem kemur með algjörlega nýjar áherslur, en þá ekki að loka á alla hina. Soran Mandami getur ekki unnið í Michigan til dæmis, það er bara útilokað. En og ég held að sé tvennt sem getur þeirri demókratar ættu að læra þessu og ég þykist nokkuð vissum að þeir komið til með að gera það. Annars vegar að flokkurinn er breiður og það þarf að skapa rými fyrir menn eins og Mandami og hans skoðanir og hans áherslur, og hins vegar er það áherslan á kjörfólks og það eru þetta fyrst og fremst á kjör láglaunafólks, af því að í Bandaríkjunum hefur þróunin verið svo að það er alveg að svona kjara mismunin er alltaf aukast. Það eru ákveðnir hópar sem eru ábærslaríkir, en það eru aðrir hópar sem eru af það mjög slæmt, og þegar maður hugsa út í það að núna eru þessi matarmiðar, þessi matarstuðningur sem að ríkisstjórnin hefur veitt er að falla niður út af lokuninni eða að minnst að draga saman, og það eru 40 milljónir Bandaríkjamanna sem eru á slíkum styrkjum. Það eru 40 milljónir Bandaríkjamanna sem þurfa á hjálp alríkisins að halda til að kaupa sér mat. Stór hluta þessu fólki, langstærst hluta þessu fólki vinnur fulla vinnu, jafnvel í mörgum vinnum, en nær ekki að ná endum saman. Og ég held að þetta er auðvitað megin skýringin, og það er verið að reyna að skýra þetta út og Trump með því að iðnaðurinn hafi flust úr landi. Það er ekki megin skýringin. Megin skýringin að all verkalýðsfélög í Bandaríkjunum eru steindauð, það er búið að drepa þau, þannig að atvinnurekendur getur bara farið með verkafólki sem sýnist. En demókratar hafa ekki verið með þetta erindi til þessa fólks, þeir hafa bara sagt að það er að gangi í gegn alþjóðavæðing og breyting í hagkerfinu sem á endanum mun koma þér vel, Guðmundur minn. Já, sko, demókratar hafa tekið þátt í þessu. Það hafa algjörlega tekið það undir hennan, og það er alveg ljós, sko, þessu breyting sem er að gerast, að þessi nýfrjálshyggja sem að svona Reagan og Thatcher svona eru kannski helst fulltrúar fyrir, að hún er dauð. Og bara vegna þess að þetta gengur ekki lengur, þetta bara, fólk er bara búið að fá nóg og trúir ekkert á þetta lengur, og eins og segir, það voru báðir flokkur og demókratar voru ekkert skárri í því að reka þessa stefnu heldur republikanar. Þannig að ég held að ef þetta verður svona leksía sem að demókratar geta fengið, og þá sérstaklega auðvitað að sé nú eru þeir ekki stjórn, þannig að þeir geta bent á að þetta sé allt sem á Trump að kenna, þannig að þetta slæma efnarsástand. En þú trú á demókratarflokknum að hann sé svona eins og svona hugmyndavettvangur sem að getur lært, en ekki þannig að þarna séu svo gríðalegir hagsmunir sem hafa Ég er ekkert endilega að trúa því. Því maður heyrir sko suma þingmenn, þeir tala stundum eins og að þeirra markmið sé að reyna að ná auðvaldinu aftur frá repúblíkaflokknum, að þeir mistu til dæmis Silicon Valley og fleira yfir til þeirra, að það sé eiginlega leiðin þeirra til sigurs er að lokka auðvaldið aftur til þess að styðja sig. Nei, ég er ekki að segja að þetta gerist, en ég er að segja að þetta, og það er mjög margir þeirra skoðunar að þetta sé leiðin, að eina leiðin ef demókratar ætla að verða einhvern veginn aftur eitthvað afl í bandarískum stjórnmálum, að þá verður að ná til sín aftur vinnandi fólki. Að þeir geta ekki bara byggt flokkin á mentamönnum og meina, þessi stórríku voru
ofskup fljótir að hlaupa yfir replikana því að þeir vita það að Trump miklu meiri vinur þeirra heldur en demokrater þrátt fyrir allt. Þannig að þeir vilja líka bara vera við þessum ákvarðanum tekna, þeir eru vanir því að stjórna. Þannig að, en ég veit ekki hvort þetta gerist, sko. Ég meina það verða mjög sterk öfl og ég meina Van Damme og ekki eftir auðvelt og þeirra rættir eins og maður hefur séð með aðra af svona róttækum. En þó alveg ljóst að menn eins og Bernie Sanders og hún Ocasio-Cortez þau hafa alveg sko náð ákveðnu slagkrafti sko að því að menn vita það að demokrataflokkurinn þarf á þessu fylgja að halda en tekst þeim að einhvern veginn hafa áhrif á þá raunverulega stefnuflokksins að það eru eftir bara komið ljós. Já, og að þú nefnir hérna Bernie og AOC að það náttúrulega verður að hafa í huga að Mandani hann er á herðunum á baráttu Bernie Sanders og svona mikla áróðri sem hefur komið frá honum á Occupy Wall Street og fleiri hreyfingum sem þannig að hann kemur ekki out of the blue eða svoleiðis, alls ekki. Hann er bara eðlilega framhald af hreyfingu sem hefur verið að formast og í gegnum kannski marga ósigra. Þetta er orðað þannig. Já, ég meina bara það að kalla þessi lýðræðislegan sósíalista er náttúrulega nátengt sjálfskilgreiningu Bernie Sanders á sinni pólitísku afstöðu sem hann hefur náttúrulega haldið fram lengi og ég held að sé rétt að samhengi að horfa á Mamdani í þessari svona sögu frá hruni í rauninni og Occupy Wall Street hreyfingunni sem kemur þá fram og þessi svona mjög málflutningur hans tala mjög skýrt inn í rauninni þá hugmyndafræði sem að kom það fram þessi áherslu á 90% en 99% gegn 1% og samstæða meginþorra almennings gegn auðvaldinu og við verum endurheimta samfélagið og höndunum hinna sem hafa tekið af okkur sem eru hinni ríku, það er eiginlega tónnin í þessu. Svo var eins og þessi nálgun hefði svolítið tapað með Corbyn, þegar Corbyn tapaði í 2019 síðar í kosningunum og svo með Bernie Sanders þegar náði ekki að verða forseta frambjóðandi demokrataflokksins 2016 og 2020 og en núna er finnst mér eins og við séum komið nýtt andlit að þá og búin að fá svona endur sú hugmyndafræði sé að ganga núna aftur í endurnýjun lífdaga. Já, ég held að þetta er raunverulega það sem er að segja áðan að Bernie Sanders hefði aldrei getað orðið forseti Bandaríkjanna. Það var bara einfaldlega ekki það er bara ekki nógu margir en það sem að demokrataflokkurinn þarf að hlusta og ég held að það sé komið núna svona orðið meiri kannski grundvöldu fyrir því að hann hlusti á raunlega málflutningans og þar held ég að demokrataflokkurinn geti þakka Trump af því að Trump hefur svona þó svo að það sé alveg fullkomlega ekki þetta markað sem hann segir að það var hann samt sem áður hafa þeir sem hafa raunlega fundist að þeir séu bara orðið út undan í þessu öllu saman og sé ekki tekið mark á sig eða litið niður á sig að þeir einhvern veginn sjá hann hinn valkostur verður bara óbærilegur. Já, þannig að ég eins og segi ég er ekki að segja að þetta verði breyting en ef demokrataflokkurinn á að eiga og það hefur verið svona síðust alveg allt þetta ár sem Trump og kosin að þá hefur verið demokrataflokkurinn verið í hálfkjöri eyðimörk að geta bara vitað eiginlega hvert hann átt að fara en ef engin völd hefur ekkert að segja rífstaðins mestmengnis innbyrðis en ég held að þessar kostingar núna að það sína þeim að minnstakosti einhverja leið fram á við og það er bara fyrst og fremst að hamra á og þar geta þeir sem eru svona til hægri og þeir sem vinstri í flokknum geta alveg saminast þar það að leita lausna á því hvernig getum við gert lífið bærilegra fyrir stórhluta almennings sem á eftir að því að þeir eru eftir að fá alveg gríðalegt sjokk þegar að þessi fjárlögin sem voru eða þessi lög, þessi stóru glæsilegu lög Trumps voru samþykkt núna hvað á síðasta ári, fyrir á þessu ári að þar sem að gríðalega skattalækkanir voru staðfestar, voru framlengdar og þeir eru að leita sér einhverja leiða til þess að draga úr ríkisútgjöldum á móti og það var þá fyrst og fremst þá í því að reyna að draga úr stuðningi við heilbrigðiskerfið og draga úr niðurgreiðslum á tryggingum. Þetta var allt sem að tímasett þannig að mest að þú svo koma eftir kosningarnar 2000 á næsta ári en
einn þáttur kemur bara núna 1. nóvember og nú menn að fá reikningarna sína fyrir það hvað kostar að kaupa sér tryggingu í gegnum Obamacare og það talið að það hafi hækkið þá gjarnan svona 100%. Og þetta kemur ofan á allt annað. Efnahagsástandið er veikara vegna aðgerða Trumps. Tvísýnt, getur við sagt? Já, Trump hefur bara tekið við svona kerfinu frá Biden og bara haldið svo áfram að þú hafa getið eignað sér allan þann árangur sem var að nást að vinna á verðbólgunni og svo framvegis. Núna er verðbólgun byrjað að fara upp aftur vegna tollahækkana Trumps sem að við skulum segja að þessar tollar kom ekkert til að skila því sem Trump segir að gera, að flytja inn iðnað inn í Bandaríkina, þá gerist það svona 10 ár og kjósendur hafa ekki það þolinmæði að því að verðlagið eftir að hækka þetta og eftir að hægja á efnahagslífinu og þeir leiðir verið að reka burt alveg stóra hópa af verkafólki sem eru hérna ólöglegir eða óskráðir innflytjendur sem vinni til þess byggingariðnaðurinn komin í mjög erfiða stöðu því að það er mjög margir á mjög lágum launum sem sagt svona óskráðir innflytjendur og leiðir sem sagt allar vörur, all hráefni sem við nota, timbur, skrúfur, stál, allt þetta að hækka í verði og þetta á eftir að koma smám saman í ljós. Já. Hérna aðeins meira Demókrataflokki. Nú hérna hann kjörinn, hann tekur við áramótin. Hann átt að hætt við því að hérna, svona flokksmaskína Demókrataflokksins fari í því að segja þetta nú kannski aðeins, þetta nú aðeins svo langt gengið eitthvað og reyna að hemja hans tillögur. Hann mjög háður því eins og ég finna hann svona þess að kalla mætti populískur frambjóðandi, lofar miklu og mjög háður því að skila því hérna bara á fyrstu mánuðunum helst á meðan að hérna færi til því að maður séð stjórnmálamenn sem að lofa miklu og efna lítið að þeir hrynja mikið og hratt í könnunum eins og populísku flokkarnir í Evrópu hafa gert þegar þeir komast til valda. Getum við ekki séð svona eitthvað svona eftirmála hérna sem sagt af þessum sigri sko. Hvernig ætlar hann að verða borgarstjóri í einhverju friði? Já, ég minna það náttúrulega stóra spurningin. Það náttúrulega hvernig hann tekst til við að stjórna. Og eins og þú segir að þá eru loforðin að mínum dómi mjög jákvæð en það er ekki auðvelt að endilega hrinda þeim í framkvæmd. Og náttúrulega sérstaklega þegar tekjustofnanir eru takmarkaðir þannig að það hefur takmarkaði leiðir til þess að hann getur svo að hækka skatta til dæmis borgarstjóri Reykjavíkur. Já, hann getur það þannig að hann getur náttúrulega ekki Seðlabankanum að gefa út skuldabréf eða eitthvað slíkt en hann getur hækka skatta en það er náttúrulega alls konar strategíu sem að andstæðingarna geta beitt til þess að reyna að koma í veg fyrir að það skili sér með þeim hætti sem að leitast við og náttúrulega eins og eitt af kosningalofurunum hans er náttúrulega leikskólar fyrir alla frá 6 mánuða aldri. Það er náttúrulega ekki fæðingarorlof sko, það er náttúrulega ástæðan við því sko. En leikskólar fyrir alla í New York-borg jafnvel þó að væri bara frá 30 ára aldri eins mikið og mér finnst það frábært málefni að þá sér maður fyrir sér að það sé ekki auðvelt að hrinda í framkvæmd. Þannig að og þar munu mótstöðunar koma úr fjölmörgum áttum. Ég meina mótherjar hans í þessu kosningum ekki síst úr röðum demókrata kostuðu til 20 milljóna bandaríkjadollara við það komum vekk fyrir að neyði borgarstjóri og það er meðal annars með því að búa til alls konar hugmyndur hann sem Hamas-liða og jihadista. Þannig að ég ímynda mér að það verði ekki skortur á mótstöðu við það sérstaklega þegar kemur að teki öflunar hliðinni á þessu máli sem á þessum málum, þessu kosningamálum. En svo er alltaf annað sem er kannski ekki flókið í framkvæmd, til dæmis að hafa áhrif á takmarka til að koma á fót leigubremsu og öðru slíku. Þannig að hann getur gert raunverulega einn og óstuddur í milljón heimilum. Já, einmitt. Og það er eitthvað sem ég hef full að trúa. Og það hefur verið gert áður. Það er líka ímyndið því sem er kannski haft að huga. Margt af þessu hefur verið gert áður. Það eru ókeypis fargjöld held ég einhverjum ferjum og einhverjum strætóum en ekki yfir heldina. Það hefur leigubremsun hefur oft verið beitt í New York, hvort það hefur aldrei verið beitt á Íslandi. Þetta er nú ekki til.
Þannig að sumt að þessu kannski ekki alveg eins róttækt maður gældi haldið. Það hefur fordæmi. Það náttúrulega fyrir mörg part af þessi kosningalóðum náttúrulega hljóma eins og bara sósíaldemókrati, róttækur sósíaldemókrati fyrir okkur. Það ókeypis í strætó á Akureyri. Ég að segja það, ókeypis í strætó, ókeypis í almenningssamgöngur og einhvern tíma var líka hugmyndin algilda leikskóla, sko. En þannig og kostnaður við leikskólakerfi sem í New York náttúrulega gríðarlegur. Það eru foreldrar að reka þetta og það kostar ég var að tala við viðmælandi í gær sem sagði að það hefði verið dýrar í leikskólagjöldin fyrir soninn heldur en háskólagjöldin fyrir sig. Þannig að þessi kostnaður þarna og ég held að vitið allir sem að horfa á þetta frá Evrópu að New York búar gætu leyst þetta system miklu betur með hugmyndum Mamdani. Já, heldur betur. Og þetta auðvitað, en sko ég held að vandinn verður held ég ekki frá demókrataflokknum sem slíkum að því að ég hugsa að þeir vilji nú að hann standi sig vegna þess að það mun hjálpa þeim í kosningum í framtíðinni. En það sem ég held að komið til með valda erfileikum það hvernig að borga brúsan, sko. Eina leiðin virðist vera til þess að ef þú ætlar að draga úr sem sagt tekjum borgarinnar til dæmis fyrir samgöngur og annað slíkt eru þá að hækka skatta. Það eina leiðin og ef þú hækkar skatt í Bandaríkjunum það nú aldrei verið sérstaklega vinsælt og það voðalega hættu því að þá bregðist á flótti hjá sumum að þeir flytja bara sig yfir ána, yfir New Jersey eða ykkur annars sveitafélög. Þannig að þetta verður ekkit auðvelt framkvæmda, sko, og það getur vel verið að hann það alveg ljóst að hann næri ekki allir því gegn sem við erum búin að segja, sko. Það margt að þessu verður ekki að veruleika, en það það svo sem alltaf reyndin. En af hvað miklu leyti hann getur svona minnskosti selt sig og sína framistöðu þannig að hann sé að þó að reyna, hann sé að vísa leiðina fram á við. Það takir nú kannski svolítið tíma. Ég held að það verður svona baráttun, þetta verður svona baráttun narratífið á næstu svona mánuðum hvernig sagt frá því hvernig að gera því að margt að því segir er mjög jákvætt en bara mjög erfitt í framkvæmd og það þetta eins og það. Já, ég kannski aðeins bjartsýnni. Ég held að hann búinn að eitt af því sem að gera maður pínulítið bjartsýnan varðandi Mamdani náttúrulega að hann hefur fengið ótal tækifæri til þess að taka auðveldulegina. Það endalaust búið að koma máli við hann og segja við munum styðja þig ef þú bara segir að Ísrael hafi rétt til sjálfsvarnar. Gefur afslátt af þessu og þessu þá munum við munum draga þennan tilbaka, við munum gera þér lífið auðvelt, þú munt fá að vera borgarstjóri. En hann hefur aldrei tekið leiðina, svo framlega ég geti séð, sko. Þannig að það held ég sé svona ákveðin karaktereinkenni sem má binda vonir við. Og eins og þetta með skattana, sko, það hægt í því að verði bara samantekið ráðum það að reyna að koma í veg fyrir að þetta verði hægt en á móti kemur hann náttúrulega bara að tala um eitthvað svona 1-2% á æðstu tekjurnar. 3% munurinn á sköttunum yfir í New Jersey, sko. Þannig ef hann bara jafnar það við næsta fylki. Þannig þetta ekki róttæka skattbreytingar, sko. Við erum ekki að tala um einhvers konar byltingu. Alls ekki. Þetta svo svipað og við myndum bara hækka fjármagnstekjuskattinn eins og væri bara meðaltalan á Norðurlöndunum. Við getum sótt nokkra milljarða, 10 milljarða í það. En við gerum það bara ekki. Og ég held líka svo að það sem alveg ljóst að hann ekki, sko, þó hann sé baráttumaður þá hann ekki, mér svona skinn ekki ánum að átökin séu það sem hann að sækist eftir, heldur það árangur sem sækist eftir. Þannig að það getur vel verið að hann geti náð þá samkomulagi með þessu hluti. Það er náttúrulega enginn brosað eins mikið í gegnum kosningabaráttu eins og þessi maður. Og hann hefur hlustað þarf að hlustað á fólk og þetta vekur alltaf svona traust og hann er fulltrúi hreyfingar og markmið hans að búa til hreyfingu og líklega til þess að geta haft stuðning hennar til þess að fara í gegn en við þekkjum það að kosningabaráttu hreyfing að hún getur orðið mjög óþolumóð ef árangurinn kemur ekki fljótt. Og hann er reynslulaus sem bæði getur verið kostur og ókostur, sko, það er bæði kostur að því leitinu til hann ekki búin að selja sig fyrirfram
það getur líka ókostur að það séu svona kannski einhverjir innvið þessa kerfi sem þetta ekki alveg í þaula. Eitt sem sérstakt við kosningarnar í New York að kjörsókn miklu meiri. Ég hafa ekki búið að telja allt saman, mér sýndist að vera svona lágmarki 95% meiri til kosningaþáttaka. Andrew Cuomo hefði unnið Eric Adams með sínum atkvæðum sem burstaði síðast með 67% fylgi. Andrew Cuomo með sínum atkvæðum hann hefði hann hefði unnið ágæti sigur á Eric Adams. Kosningaþáttaka var náttúrulega búin að hrapa niður í 22% sem náttúrulega merki einhver hörmung í Bandaríkjunum. Og ég fór að skoða þetta aftur á bak. Ef þú fer til svona kringu 1960 þá 91% kjörsókn. Og svo bara fjaran og endanum erum við komið með kannski 75% íbúana sem að upplifa að þeir hafa raunverulega engin völd. Það alveg sama hvað ég kýs, við erum ekki með stjórn á borginni. Það ekki við sem að ráðum framtíðinni með í gegnum lýðræðiskerfið okkar. Heldur eitthvað annað sem ákveður hvernig New York verður. Þetta náttúrulega ótrúlega hörnum. En það náði upp úr 22% kjörsókn upp í kannski 43-4. Það náttúrulega afrek og þá var það spurningin, af hverju það? Það gæti verið að fólk að kjósa hann að þau vilja þá framtíðarsýn sem hann býður upp á, sem sumleiti að við tökum völdin í borginni, að við getum breytt borginni ef við viljum. En svo náttúrulega kjörsóknin líka út af því þessum svona andúðinni á honum sem hann var beitt. Andstæðingar hans fá til þess meiri atkvæði heldur sigurvegarinn í síðast. Þannig og það munur á þessu í New York, að því vorum að velta á það fyrir okkur hvort að demokrataflokkurinn myndi læra sérstaklega New York eða líta á þetta sem svona bara bylgju. Það munur á þessu heldur til þess í Virginíu, það sem meiri kjörsókn má líklega rekja til Trump. Andúðurinn á Trump, en það kannski svona 15-17% aukning á meðan að í New York þá bara eiginlega ótrúlega stökk í kjörsókn. Það auðvitað eitt sem við erum að athuga með svona kosningar, það svo sjaldan í borgarstjórnarkosningum í New York sem nokkuð samkeppni að því að það vita allir að demokratinn vinnur þannig að man ennir ekki að mæta en þarna samkeppni sem hefur áhrif og að það og það líka spenningur, það held ég mjög oft í þessum borgarstjórnarkosningum sem ekki endilega mikil spenningur fyrir þeim sem í framboði. Þarna spenningur, mennum finnst hann spennandi eða mennum finnst hann ókveikjandi og það hvort ekki að hvetu til þess að mæta. Ég náttúrulega, augljóslega, það alveg rétt En svo náttúrulega skiptir þetta líka máli hvers konar kosningabaráttu háð og eitt af því sem að Mamdani gerði var náttúrulega að fara ekki í þessa alltaf var mjög sniður á samfélagsmiðlum og allt þetta bara með svona á öllum vígstöðum en hans lykil áhersla var á bara að banka upp á fólki og hann var með mikil teymi af sjálfboðaliðum sem að marseraði New York borg og ræddi við fólk, talaði við fólk og ég held að það tala að við náða að banka á hátt í 2 milljónir hurða sem náttúrulega gríðalegt afrek, mikið kosningaafrek, en líka svona talar inn í það sem var augljóslega markmið með þessu sem að tengja saman frambjóðandan við einhvers konar hreyfingu og ekki bara til þess að vinna, heldur líka til þess að hafa slagkraft og hafa bakland til þess að ná því fram svo sem búið að lofa, af því að það þarf þetta félagslegu undirstóðir í samfélaginu, það þurfa að vera virkar líka eftir kosningadaginn til þess að koma hlutum í gegn. Það var bent á því ykkur í sjónvarpsstöðinni að hann opnaði meira segja kosningavökunna sína óvinni seint sem voru skilaboðum að þú ættir að vera að fá fólk úr kjörstað að geta koma að hanga hér að drekka bjór þú ættir bara að vera að vinna. Þannig þeir opnuðu bara rétt fyrir lok kjörstaða. Þannig að það var þannig. En þetta náttúrulega líka svona áhugavert bara við pólitík samtíman annars vegar þá þarftu svona skipulag og mikla hreyfingu en hins vegar náttúrulega líka erfitt að skilja persónuleika og náðarvald Mamdani frá því þannig að þetta svona áhugavert samspil milli einstaklingsins og frambjóðandans og náðarvalds við þetta svona stærri skipulegu hreyfingu því þarna hefur orðið til mjög áhugaverð og stór og merkileg hreyfing og það verður mjög áhugavert að fylgjast með því hvernig Mamdani tekst að halda tengslunum við hana þegar hann tekur við völdum og hvernig hún tekst að hann alltaf lagði mjög mikið upp úr samsömmun sinni við kjósendur við
við almenning, við hreyfinguna og hvernig honum tekst að viðhalda þeirri samsömun sem að gerist náttúrulega ekki nema og honum takist áætlunverkstýrt og það verður fascinerandi að fylgjast með því. Og það er svo áhugavert þannig að takast ásend hann sem kemur algjörlega nýr og ferskur inn í þetta allt saman og síðan fulltrúi gömlu maskínuna sko, annar ættliður New York stjórnmálamanna, ég reyndar Mario Cuomo, pappans var fylkisstjóri þegar ég var í Bandaríkjunum alveg einstaklega skemmtilegur maður, hafi hlusta alltaf á einhvern mennustu laugardegi, það var svona samtalsætti við hann og hann var alveg frábærlega skemmtilegur, ég held að Cuomo eitthvað snert að þessu en hann er eitthvað svo slísi sem að mér varst aldrei með Mario. Hann er svolítið slegin núna, hann er daufari núna, það er eins og þessi búið að taka af honum kúfinn með að við hvernig hann var til dæmis í COVID og fleira þegar maður byrjar að taka svona almennilega eftir honum. En hann þeir hafitaði líka bróður hans fjölmiðlamaður mikið og það er augljóslega að það hefur verið fjör við kvöldurafborðið í þessari fjölskyldu. Þeir eru mjög mælskir báðir tveir og þetta eins og segið, þetta er svona þessi svona atvinnu stjórnmálamenn ættar sem hefur gengið í ættir, það hefur orðið svona, það er ekki mjög vinsælt nú að dögum, það er svona þannig að ég held að það hafi líka en leið þá þetta hefur komið og bakvið sig þetta mjög miklu maskínu, þetta er alveg gríðarlega maskína af sem að hann en þarna tókust á sem sagt annars vegar. Það safnaði líka miklum peningum, það voru bara uppæðir sem Bloomberg gaf, ég man ekki hvað það mikið, það var bara stórkostlegur uppæðir. En í átökunum innan Demókrataflokksins næstu misserum hvaða leksíu eigi að draga að þessu, þá verður náttúrulega bent á tvennt, annars vegar að þetta var New York, ekki Bandaríkin, og hitt náttúrulega að Mandami var að keppa við versta frambjóðanda sem hefði getað hugsað sem var náttúrulega Andrew Cuomo, sem náttúrulega sko, með svo marga skandala á bakinu, það er alltaf hægt að hugsa sér verið frambjóðanda og þá verður sagt sko og það verður eina áskorun sem progressives eða svona framfara sinnaðir vinstri sinnaðir demókratar munu þurfa að kljást við hvernig þeir sem er kallað sko skeila þetta eða færi þetta yfir á stærra og það kemur öðru að því að við vorum að tala náðarvald og hreyfingu að það er forseti Bandaríkjanna er Donald Trump sem hefur einhvers konar náðarvald stjórnmálans, það er bara þannig og hann er með makarhreyfingu en það má eiginlega rekja hana aftur sko til Teboðshreyfingarinnar sem var minni hluti í Repúblíkaflokknum sem eiginlega nær völdum í flokknum og það hlýtur að vera einhver sem að tók þátt í Occupy Wall Street og Bernie Sanders hreyfingunni og er núna í New York eða eitthvað tengt þessu að horfa á þetta sem að horfir á að þarna er eiginlega leið fyrir okkur að laga og lækna demókrataflokkinn sem að er ekkit mótvægi við makarhreyfinguna eins og hann hefur verið eins og hefur komið fram í nokkrum kosningum 2016 og 2004 og þingkosningum og fleira, þannig að við verðum að gera eitthvað. Haldið það sé ekki þannig að einhverjir í þessar hreyfingu fari að líta svo á að þetta er leiðin okkar, þannig að við förum núna og höfum bara afskipti af öllum fórkosningum. Við vísum fólki á því að þú verður að kjósa þennan, annars ertu að eyðileggja flokkinn eins og Teboðshreyfingin hefði þessir. Hún bara valdi sína frambjóðendur og djöflaðist á því þangað til að þeir fengu kannski miklu meiri og betri kosningu hefðu fengið ella ef hefðu verið að keppa á einhverju svona grundvelli þar sem var ekki líf og dauða flokksins að tefla sko. Þess að andstæðingur var svikari. Sko vandið við þessa aðferði svo eins og Teboðshreyfinguna er svo að hún getur náð miklu fylgi innan flokksins en það er ekki víst nú ná miklu fylgi komin út fyrir hann. Trump er algjörlega sérstakur sko og það verður mjög fróðlegt að sjá hvað gerist í repúblikanaflokknum þegar að hann fer af því að sko forsetaframbjóðendur repúblikana og forsetar búsarnir til dæmis, þeir eru ekki Teboðsmenn sko, ég meina þeir eru bara svona neokon sko og Teboðshreyfingin er þarna en þeir eru ekki, hengja sig ekki á hana sko, en þeir ná algjörum völdum yfir flokknum og ef að þessi upp úr svona 2010 sem að þessi hreyfing byrjar að verða sem endar eiginlega í makarhreyfingunni sko. Alveg, það er hreyfingin sem og þetta er það sem er sérstakt með Trump sko, er það að hann er með þessa Teboðshreyfingu en það er svona kannski 25-30% kjósenda sem kjósa hann bara hvað sem að gerist sko.
En hann vinnur ekki forsetakosningar á því, hann þarf að fá eitthvað annað í viðbót og þetta annað í viðbót hann sjálfur og síðan ýmislegt sem að gerast í kringum í samfélaginu. Hann svona stíll líka. En ég held að ég algjörlega samlega með þetta sko að og það sem ég held að demokrataflokkunni þarf að uppgöta einhvers konar vinstri populismi og þegar ég segi populismi þá ég segja það jákvæðri merkingu að það sem sagt einhver svona vinstri áherslur sem að hlustar á almenning, ekki bara að tala til almenning, heldur að hlusta á almenning. Populismi sem var í Kansas á 19. öldinni þinni. Það var öflug hreyfing sem við svona margt af hennar áherslum mætti að kalla sósíalíska en var ekki sósíalísk. Nei. Þannig að hvernig það spilast veit ég ekki sko, því að það eru auðvitað mjög sterk fjármálaöfl og önnur öfl og það sem að tengist auðvitað svona populisma gjarnan sem neikvætt og kemur auðvitað mjög skýrt fram í populisma hér á Íslandi að það eru þá svona ákveðin, hvað maður segja, svona fasískar tilneyingar eins og núna verið að tala um eitthvað vók sem ég veit eiginlega ekki hvað þegar verið að ræða og það sé eitthvað ægilegt og vont og það þá gjarnan þá réttindi kvenna og réttindi svartra réttindi trans að það sé einhvern veginn með ekki tala um það sko, þú þarft einhvern veginn að samina annars vegar það að hlusta á almenning og hins vegar að halda áfram að berjast fyrir réttindum minnihlutahópa og konur veit ekki minnihlutahópur réttindum þeirra sem hafi haft lagalega og félagslega stöðu undir það verður ekkit auðvelt því að populismi hann svona gjarnan vill renna út í einhvers konar karlmannsku hetudýrkun og sem að þeirra snúast um það eins og segja að berja á vók og konur og transkonur með ekki fara inn á klósett eins og það sé eitthvað stórkostlegt pólitískt vandamál. Ég finnst einmitt sko Zohran Mamdani samþætta þessa hluti á mjög góðan áhugaverð þátt. Hann leysir fókus á hann þarf náttúrulega ekki að segja neitt því hann raunverulega hann innflytjandi, hann múslimi, hann þarf ekki að segja neitt. En eins og til dæmis í sigurræðinu sem hann flutti í gær eftir að úrslitin voru tilkynnt. Það ekki með tekur hann þetta og tengið saman þennan fókus á efnahagslegar sameiginlega efnahagslega hagsmuni megin þorrafólks. Og tvinnar það saman við með þessa stuðning við þessa mannréttindabaráttu sem við talaðum svartra ólíka trúarhópa, kvenna, transfólks og svo framvegis. Hann sannarlega ekki anti-vók sannarlega ekki gerir það mjög góðan öflugan hátteldi sem talar inn í það sem að mér fannst þetta mörguleiti í sigurræðinu að spila svona ákveðið manifesto fyrir og ég held að næstu hún hafi verið skrifið þannig svona ákveðið manifesto hvernig eins og hann orðaði hvernig á að halda hreyfingunni saman halda henni fram og hvernig við eins og hann orðaði komumst að rót vandans hvernig við hvernig við gerum upp við og eyðum þeim grundvelli sem gerir það að verkum að típa eins og Donald Trump gæti komast til valda. En varandi svona demokrataflokkinu og átökum þær þannig að við horfum að lengra samhengi þannig að hafa alltaf verið ólíkar valdablokkir inn á demokrataflokkir sem hafa tekist á og náttúrulega ekki síst milli þeirra sem eru lengra til vinstri, það þessi sósíalísku hefðarinnar og þeirra sem eru meira inn á miðjunni og við getum kallað það meira sósíaldemokrata eða bara svona liberala liberali svona 20. aldar skilningi. Til dæmis eins og var velferðarprogrammin Franklin Delano Roosevelt byggði náttúrulega ekki síst upp á samvinnu þessara hópa. Það að segja að Franklin Delano Roosevelt var meira miðjusækin en hann sótti stuðning í öfluga vinstrihreyfingu til vinstri við sig og það er oft bent á það að þegar Bandaríkin hafa byggt upp hluti eins og velferðarkerfi og annað slíkt að vera grundvallasta bandalagi þessara tveggja hópa. Það er að hafa hægri sinna forseta með vinstri sinna stuðning Johnson, Roosevelt miðjan og vinstri Þannig náum við árangri, segja demokratastundum Þannig að við eigum að velja okkur forsetakandidat sem hægra megin Já, en hinn hliðin þessu samt það þarf að byggja upp sterka vinstriblokk innan demokratastundum og hún hefur ekki verið í mjög langan tíma hann var brotið skipulega niður síðan frá 1970 en núna vonandi hægt að sjá fyrir sér að hún komið áttur og það var áhvert einmitt í þessari ræðu hann Mamdani byrjaði á því að vísa í fyrirverandi í eina svona góðsannakennda fígúru úr sögu vinstrisins í Bandaríkjunum og hann vísaði ekki í FDR eða Franklin Delano Roosevelt heldur Eugene Debs og það var fyrsta tribúti sem hann
og það svo hefð sem hann staðsetti sig inn í og nákvæmlega hver nákvæmlega einstaklingur sem fer með útnefningu hverju sinni þá held ég að það sé stóra málið, allavega frá mínum bæðundur náttúrulega færa ásinn og flokkinn í rétta átt og þar skiptir öllu máli hvernig við byggjum upp hvernig þessi svona vinstri helmingur svona progressives taka á sig mynd innan flokksins og þegar kemur að þessu að velja lista þannig hefur alltaf verið átök milli þessar blokka hvernig á að gera það og þannig að þetta verður bara framhald í rauninni að þeirra löngu sögu en vonandi erum við að sjá framhald það sem einkennist að meiri átökum það sem að vinstri helmingurinn hefur meiri ítök og áhrif en hefur verið áður. Sko ég held að það sem að Roosevelt hafði sem að ekki til núna, það þá öflug verkalýðshreyfing sem skipuleg samtök verkafólk sem verkafólk trúða á. Það með matseðlum og hvað við þurfum. Já, og verkalýðsfélög eru til en þá forystmenninni styðja demokrata en svo kjósa allir verkamenninni sem Trump En nú sumir af verkalýðsfélögum svona úr inngreinunum sem að mæta á fundi hjá Trump og standa baka. Aðeins að því þeir eru bara fannir að verða í erfiðleikum að halda sínum sætum innan verkalýðsfélagana því að allir þeir eru kosnir og allir kjósendur eru styðja Trump. Það þarf einhvern veginn og það alveg örugglega mikið til í þessu að menni sem Andami gætu sem sagt komið af stað, það þarf einhvern veginn að koma af stað demokratis, eða ef við tölum fyrir demokrata þá þurfa þeir að koma af stað einhverju hreyfingu meðal fólksins sjálfs sem að verkafólks sem að þeir geta sem að ítir á þá forystuna og forysta getur unni með. Það dugar ekki alltaf, við getum tekið dæma Corbyn sem var nú með momentu hreyfinguna sem var nú stór og mikil og hafði gríðarlega skírskotun út í samfélagi, hefur aldrei verið fleiri félagar í flokknum og fleira. Það stoppaði ekki hægri arm flokksins bara til þess að drepa Nei, það er eitthvað sem að þeir hugsuðu, bara við viljum frekar hafa íhaldi við völd, heldur en að vinstri hluti okkar flokks nái völdum. Og það er fólk sem er inn í demokrataflokknum og þeir sem hafa farið með völd í flokknum sem að hugsa akkurat þannig. Og það er það sem að Sveinn Máni að segja, það er það að það þarf að vera einhver sem að talar fyrir þennan hægri sem að sér hag í því að vinna með þeim sem eru til vinstri. Og til þess að svo verði þá verða þessi sem eru til vinstri að skapa þá einhverja hreyfingu sem er þess virði að vinna með sem að skilar þá atkvæðum og annað slíkt og það sá í New York að þetta er hægt. En það sem ég held að verði stóra vandamálið eða svona áskorun demokrata núna næstunni eru innflytjendamálin eins og allstaðar í einu vestrænni heimi núna. Það eru innflytjendamálin það sem hefur mobiliserað þessa hægri populista. Það er mjög öflugt í Bandaríkjunum þó svo að kemur í ljós eins og ég spáði nú fyrirfram að þegar að þessar brottvísanir fara nú að koma þá fer nú að renna grímur að fólk sér alltaf innflytjendur fyrir sér sem einhverja abstrakt starfir, þetta er einhver sem ógn og eitthvað, þetta eru glæpamenn en svo er þetta bara maður í næsta húsi sem fjölskyldin búin að búa þarna kannski 20 ár allt inn þau eru ólöglega, ég meina það er hent úr landi og það finnst fólki óréttlátt vinnandi fólk sem en samt sem áður þá er þetta eitthvað sem verður áfram mjög auðvelt að þetta er svona þessi tvöfalda ógn annars vegar þá er þetta efnahagsleg ógn fyrir þá sem eru láglaunafólk að þeir sjá þetta fyrir sig sem samkeppni til að lækka launin og halda launin niðri sem eitthvað til í því og hins vegar er þetta líka menningarleg ógn að menn eru að verja eitthvað svona sitt identitet og þetta eru fólk sem ógnar þessari kristnu og hvað sem er. Við sjáum þetta á Íslandi að það sem að menn endalaust er að tala þeir sem að tala svona hælisleitendur sem eru kannski 100 sem að fá leyfi til að vera á Íslandi. Það eru koma 5 til 10.000 innflytjendur hverju ári löglega og langflestir hælisleitendur hafa komið undanfarið frá Úkraínu. Já og það er í sjálfu sér þetta bara orðið þetta var smá kúfur þannig 2022-2023 þegar líka Úkraínumenn og Venezuela það var líka opið fyrir Venezuelamenn þegar lokaðar fyrir Venezuela og Úkraínumenn bara fækkar einfallega vegna þess að það er ekki eins mikið brottflutningur að þá er þetta er örfátt og þetta er sjálfsög ekkert vandamál en þetta
það mjög auðvelt að búa þetta til í umræðu. En það ekki alltaf þannig Guðmundur að sko pólitíkin kvarnist mikilvægstu málin. Það bara Nei, og þetta held ég verði, það verður erfi og þetta er alveg svo trans í Bandaríkjunum. Þetta er alveg ekkit vandamál. Ég meina þetta er vandamál fyrir fólk sem er trans, þetta er ekkit fyrir samfélagið er þetta ekkit vandamál. Það er ekki margir sem hrökku upp á mótnana í angist yfir því hvort á kynin séu 2 eða fleiri. Nei, þeir sem kannski sem eru að berjast við þetta í sem eigin líkama, þetta er mikið mál fyrir þau. Þessum máli segja mörgu leyti að það hefur verið aðdáunarvert hvernig Mandami tókst að sneiða hjá þessum menningastriðum sem var vissulega reynt sem var reynt að draga hann inn í hægri vinstri en hann tók bara þennan skýra fókus og bara við erum borg fyrir alla og við eigum meira sameiginlegt en það sem skilur milli og það skiptir ekki öllu máli hvort við fáum 20.000 ári eða 30.000 ári og ekki hlusta á það sem að velja deila drottna milli slíkar hópa heldur eigu þessi hópa meira sameiginlegt af gagvart þeim ríkustu. Varðandi Trump, þá virðist hann að tali það að væri góð staða fyrir republikana að vera með alríki lokað og kynna það alltaf demokratalókunin en með hellinga fjölmjölum sem að taka undir þetta og segja þetta, margir fjölmjölar bara beita sig mjög með honum en þetta er bara eitthvað mislestur sko. Já, ég held að sem að raunlega hann flaskaði á, hann hélt að með því bara skipta sig ekki af þessu sko, að fulltrúadeildin er bara búin að vera heima, hann er búin að vera að ferast í útlöndum, hann er ekki reynt að leysa, þá er einhvern veginn voðalega erfitt að segja þessi allt sem að demókratum að kenna, þegar hann einu sinni reynir ekki að leita sátta, að þá, ég held að sé það einhvern veginn svona sem gera það verkum að fólk á mjög erfitt með að einhvern veginn að hlusta á það sem hann er að segja sko. Ef hann hefði svona boðið demókratum á fund til sín eins og hann gerði nú hér árið og þá farið nú ekki vel í þessu áfundur að svona, ef hann hefur sýnt einhvern lit en hann segir bara mér er alveg sama og það er einmitt það sko republikanar vót sem er hann svona aðal efnahagsfulltrúi sko, að hann er bara hæst ánaður, ég meina ríkið er bara óþarfi, þetta bara reikum þetta allt saman og leggjum þetta bara allt saman niður, við þurfum ekki en fólk er ekki alveg þannig sko, því að það er nú ýmsi sem að telja að ríkisstofnanir séu mikilvægur og þessi ýmist þjónusta sem veiti sem er mikilvæg og en ég meina hvernig þetta getur yfir gengið að það eru fjöldin allir af fólki sem er að vinna og fara inn í laun hvernig það ríki sem er orðið vest fyrir barðina lókunin er náttúrulega Virginia og það sjáum við niðurstöðun og ríkisstjórnarkosningunum þar sko. Þannig að það er engin spurning og ég held að það sé engin leið að horfa á þetta öðru sinna að hún hafa haft neikvæð áhrif á og þá er þetta bara algjör mislestur hjá Trump sem að stuðningsmenn hann telja hann af einhverju náðargáfu í að skynja hvernig fólk hugsar. Sko, hann klikkaði þarna allavega. Eins og ég segi ofta, Trump er frábær frambjóðandi en hann er lélegur forseti. Það er bara svolítið munur þar á. Varðandi svona venjulegu árferði, myndi þetta þýða það að frambjóðendur republikana myndu núna, ef ég ætla að ná kjöri eftir ár, þá verð ég að fara að aðgreina mig frá Trump. En er það samt líklegt að það verði afleiðing? Man gæti séð það í fyrri tímum en af því að sko ógnarvald Trump er svo mikið að ef þú sittur upp á mótunum og þá er áttu kannski bara enga framtíð í flokknum því að hann er eiginlega flokkurinn. Nei, ég held að það sé náttúrulega það sem að fólk mun segja er að Trump var ekki á kjörseðlinu og það hefur sýnt sig að Trumpismi án Trumps er ekki droslega vinsæll en Trump nærð hins vegar stundum árangur í kosningun og það er vantarlegt, það sem fyrsta sem hann sagði eftir þetta niðurstöður komum var ég var ekki á kjörseðlinu þannig að það er ekkert að marka þetta sko. Hann er ekki á kjörseðlinu heldur á næsta ári Nei, það getur orðið gríðarleg breyting segjum að þetta sé bara smjörþefurinn þá er hann að fá að missa báðadeildirnar en ég meina eins og núna hefur hann verið gagnrýndur fyrir til dæmis einmitt að vera í Asíu frekar hann að mæta í New Jersey og sína stuðning kampæna fyrir sína frambjóðendur þannig að kannski gerir hann það á næsta ári en já, það er náttúrulega einhvers konar andstæða innan republikanaflokksins, alveg sama hversu lítil eða þótt hún læðist með veggjum og allt það og það mun eflaust í minni svo Marjorie Taylor Greene hefur svona þróa sína leið að anstöðu við Trump sko, þannig að það verður að það mun náttúrulega þetta eitt og sér mun ekki
veikja tök hans af flokknum þessar niðurstöður. En sko ef hann tapar illa eftir ár, þá mun það gera það sko. En já, þannig ég held að þetta niðurstöður sé ekki nóg. Þetta náttúrulega rosalega sterkt tök á þessu flokki og þetta náttúrulega hálfgert kvöld. Já sko vandi sem að þeir standa frammi fyrir sá að það getur engin unnið prófkjör í republikaflokknum í beinni andstöðu Trump. Þeir verða annarkvort að hafa Trump góðan að þegja eða hann fái stuðning. Þannig þessi niðurstaða í gær mun ekki hafa nein áhrif á frambjóðendur. Engin áhrif á það, en hins vegar að það auðvitað að vera að kjósa republikana á svæðum þar sem að Trump mjög óvinsæll og ef að þeir geta ekki lýst yfir neinu andstöðu við Trump, þá á þetta góða niður og það gerðist 2018, þá auðvitað unnu demókratar auðvitað stórsigur, fyrst og fremst út af Trump og heilbrigðismálunum og það kemur, sko, við erum nú sakfræðingar við tverðunum, við erum ekki að spá fram í framtíðina, en samt sem það kemur það mjög á óvart ef að demókratar vinna ekki nokkuð góðan sigur á næsta ári og þá Trump blaðran sprungin af þessu leyti vegna þess að... Það getur orðið gríðarlega átök. Já, það bara stopp. Þá hefur þingir raunverulega á stoppan. Já, þá stoppar þetta allt og svo hefur og það hefur rannsóknarvald líka, sko. Það það sem að þá eru fara að kalla saman þingnefnd að fara að skoða alls konar mál og hvernig hann að brjóta stjórnarskrána, hvernig hann að gera hluti sem að, og til dæmis þetta sem menn hafa gagnrýnt auðvitað þingi og sérstaklega Mike Johnson sérstaklega fyrir forseta neðrideildarinnar það að republikanar í þinginu hafa alveg gefið Trump eftir vald þingsins hefa bara sagt þú má taka og það einu ástæðan fyrir því að demokratar hafa ekki neitt sérstakann áhuga á að semja við Trump að því að við semja eitthvað og svo bara það allt saman svikið sko. Það getur gerbreyst allt eftir ár þannig að þá kannski munum við halda áfram að vera með Trump-tíman hérna á miðvikudaginn því það verður ekki minna frétta þegar hann verður komið með báða deildirnar á móti sér. Það ólíklegt að senandi fara mótunum menn. Já, ég meina að það sko hvernig það fer, sá slagur náttúrulega ekki ráðinn óhað öllu því að náttúrulega það markviss herferð í gangi að reyna að hafa þannig áhrif á niðurstöðu þeirra kosninga og ég meina sem fyrstu viðbrögð Trump við þessum úrslitum að banna póstatkvæði og taka upp setja hærri þröskulda fyrir kosningaþátttöku þannig að það ekki svo þannig að þessar kosningar í dag eins og þetta gær náttúrulega eru skipta mjög miklu máli og Zohran Mamdani rauninu orðin svona andlit andstöðunar gegn Trump sem gífulegt tækifæri fyrir til dæmis svona framfara sinna progressive sinna demokrataflokksins til að marka sér stöðu og víkka út andstöðuna með Trump og byggja hreyfingu gegn honum sko en að samanskapi með náttúrulega Trump beita sér núna og republikanar fyrir því að reyna að koma í vekk fyrir það að það gerist. Og beita öllu bröðum. En ég held sko efnarsástandu eftir að versna þá eftir að vegna... Það minna á þú Guðmundur að þú sakfræðingur og getur ekki spáð fyrir framtíðina. Já, það svona, ég spáði þú hér sem ekki sakfræðingur sko. Það allt sem stefnir virðist benda til þess að tollarnir fara smá sem að býta meira og meira og ég meina það er bara eðlið ef að vöruverðið hækkar og það eru svona ákveðnir sko heilbrigðiskerfið er menning eftir að fá mjög mikið svona sjokk þar þannig að það kemur á óvart annað en að hann demokrata vinni fulltrúadeildina, það er mikið að gerast en það getur ýmislegt gerst og forsetinn hefur ekki mikil völd í kosningum, hann getur ekki bannað póstkosningar til dæmis, hann hefur ekki það vald, það eru fylkin sem að ráða kosningum, hann ætlar að reyna sko, en það bara stjórnarskráin leyfir það ekki og við skulum vona að Hæstiréttur sé ekki alveg honum svo slæmur þannig að svona seinustu 2 árinars verða honum mjög erfið og þá koma málefni sem eru bara hreinlega fjárlögin sem við erum að horfa núna að þá bara hvernig verða þau mál leyst þegar hann ræður ekki báðum deildunum. Eitt atriði sem við núna verið að tala í dag, það Hæstiréttur Bandaríkjanna að taka fyrir tollaákvarðanir Trump. Og það verður náttúrulega mjög áhugavert að sjá hvort að þeim verður Og það hollustan við Trump sem meiri heldur en... Þeir hefur náttúrulega, ég er ekki löglærður maður en mér sýnist vera frekar ólulegir. Þessi ákvörðun sem þingið hefur vald til að leggja á skatta og samanskapi viðskiptahalli við útlönd ekki neyðar ástand eða einstakt undantekningar ástand sem réttlætir beitingu neyðarvalda. Þannig að hvernig sú ákvörðun verður mjög áhugaverð upp á það hvernig Það er endast að tala um Trump en við ætlum að setja komu hér Sveinn og Guðmundur, kæra þakki fyrir að koma hérna í Trump-tíman. Takk. En við ætlum að snúa okkur að allt öðru hérna við rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð
maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.